Halló allsumul, gaman að vera hér með ykkur. Það sem að ég ætla að tala er það sem að Guð hefur verið að tala við mig, þannig að það fer allt saman bara í fyrstu persónu. Ég ætla bara að tala mig. Ég bið Guð að blessa okkur öll. Mér langar að byrja á því að lesa úr Markúsar guðspjalli. Ég að lesa 3 ritningarstaði fyrst, þá við að ég fer að tala við ykkur. Það er Markús, kapli númer 16. Markús númer 16 og vers 17 til 18. En þar segir: En þessi tákn munu fylgja þeim með trúa, í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma, og þó að þeir drekki eitthvað banvænt, mun þeim ekki verða meint af, yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Næsta ritningavers er 1. Pétursbréf 2:24, og þar segir: Hann bar sjálfur syndir vorar á líkamann sínum upp á tréð, til þess að við skildum deyja frá syndunum og lifa réttlætinu, fyrir hans benjar eru þér læknaðir. Og það síðasta sem ég ætla að lesa í þessari lotu er úr Sálmi númer 101, og það er vers 1-3. Og það hljóðar svona: Lofa þú Drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú Drottinn sála mín og gleym ei neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar og læknar öll þín mein. Núna, sem sagt, Jesús hann læknar alla. Núna fyrir stuttu síðan þá myndi heilagur andi mig á atvik sem átti sér stað í lok ferðar minnar í Tælandi í desember 2016. Það var þannig að það var ung stúlka, það bil 4 til 5 ára, sem að hændist mikið að mér. Og ég held að það veri út af því að ég með svo stóra bumbu, henni fannst gott að hvíla á bumbunni minni. En þessi litla stúlka, hún var bæði heyrnarlaus og mállaus. Og við sátum stundum inn í kirkjunni, ég og þessi litla stúlka, hún satt í fanginu á mér, og ég var með teiknimyndablað á tælensku og við vorum að skoða myndirnar. Mér fannst þetta svo sárt að litla stúlkan skildi vera heyrnarlaus og mállaus. Foreldrar hennar höfðu yfirgefið hana af því að hún var heyrnarlaus og mállaus, þannig að afi og amma voru með barnið. Ég var búinn að biðja svolítið oft fyrir stúlkunni og það hafði ekki neitt gerst. Síðan það í lok ferðarinnar að afi og amma koma með litla barnið. Og þetta að kveldi til og við byrjum að biðja. Það er ég og 2 konur úr kirkjunni, on og önnur kona. Og við byrjum að biðja, ég að biðja í tungum. Ég legg hendur yfir barnið. Þegar ég allt í einu sé, nokkuð sem ég oft séð áður, það verður smá breyting á augnlit barnsins. Sem fallegu brúnu augu verða svona 1 sekundubrot, þá verða þau svona rauð. Leið og ég sé þetta, þá veit ég að það er andi þarna á bakvið. Og alltaf, og ég segi alltaf, þegar ég hef verið að reka út illa anda, þá hefur heilagur andi í mér tekið svona kipp og það verður einhvers konar svona innri reiði í mér. Þannig að ég sagði við þennan anda, þó að barnið heyrði ekkert, þá vissi ég að illi andi myndi heyra, ég sagði við andan:
Ég sé þig og ég veit að þú ert þarna. Litla stúlkan, hún var búin að klemma aftur augunum. Þannig að ég opnaði augun með fingrunum og sagði, ég sé þig, þú verður að koma út. Síðan stakk ég fingrum mínum inn í eyrun á barninu og skipaði anda heyrnleysis að fara. Ekkert gerðist. Ég segi við sjálfa mig, eða ég tala við Guð í huga mínu, Guð, hvað á ég að gera? Þá segir hann, settu fingurinn upp í barnið og segðu tunguhaftinn að losna. Ég geri þetta, ég set fingurinn minn upp í barnið og skipa, ég held ég hefði skipað bara í íslensku, þessu máleysis anda og heyrnleysis anda að fara. Og ég talaði svolítið hátt. Og það sem gerist er það að litla stúlkan, hún fór að hágráta. Og konurnar þarna, þetta eru svona settlega konur, alltaf þegar þær voru að tala við mig, þá gerðu það svona, neigðu sig fyrir mér. En þarna, þegar litla stúlka fór að gráta og eitthvað hafði gerst, ég var ekki að átta mig á því, þá byrjuðu þær að hoppa og skoppa og dansa og svo hlupuðu á mig og fóru að kyssa mér. Mér var ekki alveg svona saman þetta. En svo komst ég að því, litla stúlkan hafði fengið heyrn og hún var að byrja að tala. Hún gat heyrt það sem þau sögðu, hún byrjaði að apa upp eftir þeim. Af hverju er að tala um þetta? Jú, vegna þess að þegar heilar andi var að minna mig á þetta, stuttu seinna, þá fékk ég skilaboð frá henni On, sem er í kirkjunni, forstöðumaður í kirkjunni í Tælandi, sendi mér myndir. Það kom fullorðinn maður með konu inn í kirkjuna. Konan var staurblind. Þau báðu fyrir konunni og hún fékk sjón. Og ég skrifa tilbaka, ég fekk þetta á Messenger, wow, rosalega eru því mikil bænahermenn. Þá sagði hún, við gerðum ekkert. Þetta var allt saman frá Jesú. Af hverju ég segja ykkur frá þessu? Jú, vegna þess að þegar ég kom þarna í þessa kirkju, þá voru þau bara að biðja. Þau höfðu séð lítið að lækningum að kraftaverkum. Og ég sagði við þau, þetta er ekkert mál. Við skulum bara byrja að gera eitthvað. Og við byrjum að sjá undur, tákn og kraftaverk. Þau í kirkjunu ætluðu að fara að reyna að lyfta mér upp, eins og ég væri eitthvað númer. Þá fór ég að útskýra fyrir þeim dæmisögu sem ég hafði einu sinni heyrt, og það er dæmisagan um það þegar menn eru að búa til jarðgöng gegnum fjöll. Ég sagði, þið eru eins og þeir sem eru að búa til jarðgöngin. Þið hafi verið að moka. Þið eru að biðja. Þið eru að gera gat inn í göngin. En það er enginn sem sér ykkur, það er enginn sem veit hvað þið eru að gera. Síðan var síðasta haftið eftir. Og akkurat að þeim tíma, þið eru búin að vera að biðja, grafa, þá kem ég. Og þið vitið, þegar verið að grafa göng hérna á Íslandi, þá síðasta haftið skilið eftir, af því að þá kemur ráðherra og þá búið að setja dínamít inn í haftið. Þau voru búin að gera það líka, þau voru búin að setja dínamít. Það var bara öðruvísi dínamít. Það var dúnamis. Það var heilar andi sem var komin. Ég fekk að íta á takkan og gegnumbrotið kom. En ég var að reyna að útskýra fyrir þeim. Það hafði ekkert með mig að gera, mína persónu. Þetta hafði allt með þau að gera. Þau voru búin að vera að biðja. Þau voru búin að ryðja burtu öllum hindrunum og opna himinin. Himinin yfir Tælandi á þessu stað var opinn. Og það sem mér fannst svo fyndið og skemmtilegt var það að þegar við fórum inn í frumskógin og vorum að biðja fyrir fólki, að það var svo auðvelt að taka einstaklinga úr kirkjunni og kenna þeim. Sjáu þið hvernig ég geri. Ég legg hendur yfir sjúka og ég segi,
Í nafni Jesú vertu heill. Gerið þið þetta líka? Þau byrjuðu að gera þetta og þau byrjuðu að sjá, fólk byrjuðu að læknast. Þannig það sem að ég hafi sýnt, það byrjuðu þau að gera. Þannig þegar ég er að fá núna góðu fréttirnar aftur, að kemur kona inn í kirkjuna, staurblind, þau biðja, hún fær lækningu, að þau eru ekki sjálf að lyfta sér upp, nei, þau eru að gefa Jesú dýrðina. Ef við förum í Matteus 4. kafla og vers 23 til 24, að þar stendur Matteus 4. kafli. Hann fór nú alla Galíu, kenndi í samkundu þeirra, predikaði fagnaðarerindið ríkið og læknaði hvers kyns sjúkdóma og veikindi meðal lýðsins. Orðstíð hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum, voru haldnir illum öndum, túlsjúka menn og lama, og hann læknaði þá. Ok, hvað er ég að fara með því að tala þetta? Jú, ég er að segja við ykkur, þið hafið þetta vald, þið getið gert þetta líka, vegna þess að í Markusi 16:17 segir, þessi tákn munu fylgja þeim trúa. Þeir munu reka út illa anda. Þú þarft ekki að hafa farið í biblíuskóla, þú þarft ekki að vera í fimmföldu þjónustunni, þú þarft aðeins að framkvæma. Stíga þetta skref og byrja að gera þessa hluti. Og ef að þið gerir þetta, þá getið þið komið hvern einasta sunnudag með góðu fréttirnar og sagt okkur hvað þið hafi verið að gera fyrir Guðsríkið. En hvað er þá að gerast þegar einhver frelsast? Menn hafa komið hér í þessa kirkju, þeir hafa frelsast, opáslega glaðir, þeir mæta á samkomur, en síðan sjást þeir ekki. Hvað er það? Ok, þá skulum við skoða Lúkasar guðspjall, 8. kafla, vegna þess að við höfum lent í því að fólk hefur verið að koma hingað, það hefur frelsast, það hefur tekið niður dingaskýrn, en síðan sést það ekkert meir. Förum í 8. kafla og vers 11 til 14. Og þar segir, en dæmisagan þýðir þetta, sæðið Guðs orð, það er féll hjá götunni, merkir þá sem heyra orðið, en síðan kemur djöfullinn og tekur það burt úr hjarta þeirra, til þess að þeir trúi ekki og verði hólknir. Það er féll á klöppina, merkir þá sem taka orðinu með fögnuði, þeir heyra það en hafa enga rótfestu. Þeir trúa stund en falla frá á reynslu tíma. Það er féll meðal þyrna, merkir þá heyra en kafna síðan undir áhyggjum, auðæfum og raunum lífsins og bera ekki þroskaðan ávöxt. Við höfum séð svo marga sem að hafa komið hér inn, sem að hafa tekið trú, fallið frá, við sjáum það ekki lengur. Málið að orðið sem var predikað inn í hjörtið þeirra, það var gott og það var satt. Og viðkomandi, hann tók við því, hann frelsaði svo sannarlega. Það var sönn gleði og það var fagnaður í andanum, svo sannarlega, en sá sem frelsaðist, hann leyfði einhverju eða einhverjum anda að trufla framkvæmdir heilags anda. Það byrjuðu að koma einhverja efasemdir, einhverja hugsanir sem ekki frá Guði, einhver hugarvígi,
er komið og vitið þið, kæru vinir, það er eins með þetta og með lækninguna. Fólk kemur og það fær lækningu, en síðan byrja efasemdir að koma. Er ég virkilega læknaður? Ég finn fyrir verkjunum, nei, það getur ekki verið að lækningin hafi komið. Lækningin fer. Fólki líður illa. Hebreabréfið 11:6 segir, en án trúar er ógerlegt að þóknast honum. Hverjum? Guði. Við þurfum að hafa trú til að þóknast Guði. Við þurfum trú til að fá lækningu, en við þurfum líka trú til að fá sjúkdóma. Einu sinni sagði ég ykkur sögu af því, það var maður hérna sem í kirkjunni hér, hann er ekki hérna núna, hann heima hjá sér. Það var bankað upp á dyrnar hjá honum og það var pítsasendill með rosalega stór og flotta pítsu og hann fann lyktina af pítsunni og hann langaði alveg rosalega mikið í pítsuna, en hann sagði, nei, ég pantaði ekki þessa pítsu, þú ert að fara eitthvað vilt, þú vilst af leið. Eins, kæru vinir, er með sjúkdómana. Áður en þið fáið flensuna, þá byrjið þið að fá einkenni, þið byrjið að fá hausverk og hita og eitthvað svoleiðis. Þetta eru einkennin, þetta er ekki flensan sjálf. Þið eru eins og maður sem fann lyktina af pítsunni, rosalega gott, þið finnir lyktina af flensunni, hún er að koma. Ef að þið segið, auðmikið, ég komið með flensu, þá er bara að opna dyrnar og bjóða flensusendlinum inn. En ef þið segið, nei, ég tek ekki við þessu, þetta er ekki til mín, þá fáið ekki flensu. Vitið þið, þegar færingarnir voru hérna núna helgina, síðustu, þá var ég að berjast við svona flensu ógeð. Ég get alveg sagt ykkur, flensa kemur úr helvíti. Ég var með svona lyktina, flensulyktina, ég var komið með hausverk, beinverki. Ég ákvað, ég ætla að koma og hlusta, taka þátt í löggjöfinni þó mér líði illa. Ég ætla ekki láta þetta stoppa mig og ég ætla ekki að taka við flensunni. Það hefur verið að bjóða upp á flensusprautur í vinnunni hjá mér. Ég segi nei takk. Ég er með öðruvísu bólusetningu sem er miklu betur heldur en þetta. Já, við skal segja ykkur hvaða bólusetning það er. Komið með mér í sálmana. Komið með mér í sálm númer 91. Það er bólusetningin mín við flensunni. Ég ætla að lesa þennan sálm. Það er svona. Sæll sá situr í skjóli hins hæsta, sá gistir í skugga hins almáttuga, sá segir við drottinn hæli mitt og háborg, Guð minn ég trúi á. Hann frelsa þig úr snöru fuglarans frá drepsóttu glötunarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans skjöldur og verja. Eigi þarf þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttin reikar í dimmunni eða sýkin geysir hádegið. Þótt 1000 falli þér við hlið og 10.000 þér til hægri anda, þá nærða ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum og sér hversu óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn, þú hefur gert þinn hæstað athvarfi þínu. Engin ógæfa hendi þig og engin pláa nálgast hjald þitt, en því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú skal stíga ofan á höggorma og nöðru, tróða fótum ljón og dreka. Að því hann leggur ást á mig, mun ég frelsa hann, ég bjarga honum að því að hann þekkir nafn mitt.
Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann, ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og gjöra hann vegsamlegan, ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Þetta bólusetningin mín. Ég þarf ekki að fara til einhverja lækna og fá einhverja bólusetningu þar. Þetta það sem að Guð hefur gefið mér. En hvernig fæ ég trú eins og þú, Alli, spyr kannski einhver. Jú, Rómverjabréfið 10:17 segir okkur það. Þar segir, við skulum bara fletta upp á Róm 10:17. Ég ætla að hafa þetta alveg rétt svo ég var ekki með einhverja vitleysu. Það segir, svo kemur þá trúin að boðuninni en boðunin byggist á orði Krists. Ég hef líka sagt stundum við fólk þegar það komið út í einhverja villu, svo kemur þá trúin af boðuninni en boðunin byggist á orði Satans. Þegar þú ert komin út í sjúkdóm og vitleysu og fann að trúa einhverju vitleysu, það að því að þú ert að hlusta það sem að óvinnurinn segir. Ef að þú biður, þú ert að biðja, þá ert þú að tala við Guð, en þú ert líka að tala við sjálfa þig. Tala nú ekki þegar þú ert að tala í tungum. Þá ert þú að tala við Guð, en þú ert að tala við sjálfa þig líka vegna þess að orðið sem fer út, það fer líka inn í eyrað þitt og fer síðan inn í andaðinn. Þar byrjar það að grassera og byrjar síðan að vaksa. Síðan á tilsettum tíma þá fer það upp í hugaðinn og þú byrjar að fá opinberanir orð Guðs. Þið skulu líka skoða Júdasarbréfið 1:20. Það styður þetta sem ég er að segja við ykkur núna. Júdasarbréfið 1:20 segir, en þér elskaðir, byggið yður sjálfa upp í yðar helgustu trú, biðið í heilögum anda. En vitið það, ég hef svo oft verið að biðja og sérstaklega hef ég verið að biðja eftir name it and claim it bæninni, Markus 11:24. Já, það svoleiðis bæn. En þar segir, fyrir því segi yður, hvers sem þið biðið í bæniðar, þá trúið að þér hafið öðlast það og yður mun það veitast. 11:24, Markus 11:24. En ég hef stundum lent í því, það hefur bara ekkert verið að gerast hjá mér, það er bara allt tómt, allt dautt. Þá lagðist ég í rannsóknir á Biblíunni og ég komst að því að ég hef verið að biðja í röngum anda. Samt sem áður, þá hef ég verið með ritningavers til að staðfesta það sem að ég hef verið að biðja en það hefur ekkert gerst hjá mér, það er bara tómarúm. Og þá hef ég spurt Guð, hvað er að? Hvað er ég að gera rangt? Og þá kemur svarið, þú ert í röngum anda. Og í fyrstu, þegar ég fór að skoða þetta, þá fór ég í Jakobsbréfið. Ég fór í Jakobsbréfið, 1. kafla, vers 6-8, athugið hvort að það væri það sem að væri að hjá mér, en það segir, en hann biðji trú án þess að efast, sá sem efast líkur sjávaröldu, rís og hrekst fyrir vindi, sá maður, tvílyndur og reikull á öllum vegum sínum, þá eigi ætla að hann fái nokkuð hjá Drottni. Nei, það var ekki þetta. Þegar ég hef trú, það var alls ekki þetta. Og þá sá ég annar vers í Jakobi, og það í Jakobi 3. kafla, og það í versi 11. En þar segir,
gefur lindin úr sama uppsprettu auga bæði fest og beistvatn. Þá fyrst fór eitthvað að gerast í huga mínum. Ég var í beiskju og gremju en ekki í friði og gleði. Og síðan að lokum, þá var það Jakobsbréfið 4:5 sem sýndi mér þetta, en þar segir í Jakobi 4:5: þér biðjið og auðlest ekki af því að þér biðjið illa, þér viljið sóa því í munað. Málið var það að þegar ég hef verið að biðja, þá hef ég verið, eins og ég sagði, að biðja í röngum anda. Stundum hef ég verið að biðja eitthvað og ég hef verið í kvíða, ég hef verið í ótta eða í reiði. Það bara virkar ekki. Guð getur ekki orðið við bæn minni ef ég á þessum stað, í þessum anda. Ég þarf að vera í Guðs anda þegar ég að biðja Guð eitthvað. Eða eins og Jakob segir í 4. kapla og versi 8: nálagi yður Guð og þá mun hann nálgast yður. Og ég komst að því að þegar ég ætla að biðja Guð að gera eitthvað fyrir mig eða gefa mér eitthvað, að þá langt best að biðja heilögum anda þangað til að ég komin á réttan stað, og þá get ég farið inn í almenna bæn. Vitið það, ég svo oft lent í því að vera í röngum anda. Langar að segja ykkur það sem var gerðist hérna á föstudaginn. Það var bænastundinni hérna kvöldið. Kitty var fór fyrir lofgjörðinni og fólki sem var hérna var að syngja og lofa Guð og allir rosalega hamingjusamir og ánægðir, nema ég. Mér fannst þetta svo leiðilegt, svo ömurlegt. Mér langaði ekki að vera hérna. Ég var að hlusta á bænina, þetta er svo leiðilegt, þetta ekki að vera búið, þetta ekki að vera búið. Síðan þegar ég kem heim, þá geri ég iðrun. Ég bið Guð að fyrirgefa mér. Þá byrja ég að átta mig á því. Ég var í röngum anda þegar ég kom hér inn. Það var einhver truflunarandi yfir mér. Ég náði ekki að tengja mig við heilan anda sem var hér. Þannig að það fór allt fram hjá mér. Kannski hafið þið lent í því þið hafið komið á samkomu og allir glaður og ánægðir nema þið. Ekki kenna pastornunum eða söngkópnum. Kennið ykkur sjálfum. Það er eitthvað hjá ykkur. Þið hafið ekki verið í réttum anda. Þetta er það sem að ég lenti í. Þetta þykir mér ekkert rosalega skemmtilegt. En niðurstaða mín út frá því sem að ég að segja við ykkur hér er það að Guð, hann læknar alla. Guð, hann er góður Guð og hann er faðir okkar. Allir trúaðir, þeir geta lagt hendur yfir sjúka og þeir geta séð þá læknast. Allir trúaðir geta rekið út illa anda, en án trúar þá getum við ekkert. Og ég get sagt ykkur að þegar ég hef verið að leggja hendur yfir sjúka, stundum hef ég ekki fundið neitt, stundum finn ég fyrir smörningu heilags anda, en alltaf þegar ég hef verið að reka út illan anda, þá er það heilagur andi sem hefur stjórnað því. Við getum séð og heyrt að það er óhreinn andi í einhverjum, en við getum ekkert bara farið og byrjað að reka út, því stundum er það þannig að viðkomandi vill hafa þennan anda í sér. Ég spurði á föstudaginn, ég var í bænahóp, ég spurði fólk eina spurningu sem Ragnar
okkar í Vogunum spurði mig, það var svolítið skemmtileg spurning, hún er svona: getur Guð búið til svo stóran stein að hann geti ekki lyft honum? Sumir sögðu já, aðrir sögðu nei, en svarið er já. Guð getur búið til svo stóran stein að hann getur ekki lyft honum, því að steinninn ert þú. Hann lyftir þér ekki nema þú leyfir honum það. Þannig er það. Guð fer ekki gegn vilja þína. Ef að þið farið út, leggið hendur yfir sjúka í Jesú nafni, þá mun eitthvað gerast. Því að lækningin er fyrir alla, þó svo að trúin sé ekki allra. Nú ætla ég að enda þetta hérna, ég vona að ég hafi ekki verið neitt voðalega þreytandi. Mig langar á því að lesa bæn úr bréfi Páls postula til Kólusumanna. Þetta er bæn sem að ég fer með á hverjum einasta degi. Þetta er í 1. kafla, þetta er vers 9-14. Og það er svona: frá þeim, ég breyti smá eins í textanum. Það er nú bara svona. Frá þeim degi ég heyrði þetta, hef ég því ekki látið af að biðja fyrir mér. Ég bið þess að ég mætti fyllast þekkingu á vilja Guðs með allri speki og skilningi andans, svo að ég hegði mér eins og drottni er samboðið, honum til þóknunar á allan hátt, og fái borið ávöxt í öllu góðu verki og vaxi að þekkingu á Guði. Mætti hann styrkja mig á allan hátt með dýrðarmætti sínum, svo ég fyllist þolgæði í hvívetna og umburðarlyndi og geti með gleði þakkað föðurnum sem hefur gjört mig hæfan til að fá hlutdeild í arfleið heilagra í ljósinu. Hann hefur frelsað mig frá valdi myrkursins og flutt mig inn í ríki síns elskaða sonar. Í honum á ég endurlausnina fyrirgefningu synda vorra. Ég veit að ég breytti svolítið í Biblíunni, þetta er bara mín bæn og mér langar að leyfa ykkur að heyra hvernig ég bið áður en ég fer í vinnuna mína. Drottinn Guð, þakka þér fyrir að ég mátti koma með hugreiningar mínar hér frammi fyrir kirkjuna. Ég bið þig, Drottinn Guð, í Jesú nafni að þú blessir alla sem hér eru, og ég bið þig líka, Drottinn Guð, að fólki sem hér gangi nú út með það í huga að leyfa heilögum anda að starfa í því í gegnum lækningar og kraftaverk. Þess bið ég þig, Guð, í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir mig.